Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 52 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem að ég tala við eiginlega alla nemendur mína. Það er að segja þau sem að finna mig og koma í enga tíma til mín til þess að fá hjálp við íslenskuna sína og reyna að komast lengra með minni hjálp. En þetta er viðfangsefni sem að snertir öll tungumál og eitthvað sem að gerist í öllum tungumálum, allavega langflestum tungumálum, þannig að við vitum hvað þetta er, en vandamálið er að á íslensku hefur þetta aðeins meiri áhrif á það hvernig við tölum og hvernig við þurfum að mynda setningarnar okkar vegna áhrifanna frá þessum hlut. En þetta er þá falin orð sem mig langar að tala Mig langar að byrja á að segja að þetta er ekki það sama og það sem gerist í líka næstum því öllum málum þegar við förum að tala hraðar heldur en við getum. Ég veit að það meikar ekki alveg sens þegar ég segi þetta. En ég er þá til dæmis að meina þegar við næstum því sleppum hljóðum og stundum jafnvel heilum atkvæðum þegar við erum að tala svo hratt að við náum ekki að skila frá okkur öllum þeim hljóðum sem eru skrifuð til dæmis í orðin. Eins og að segja ég er sem ég er. Þetta er eitthvað sem að einhver sem talar íslensku mjög vel myndi ná að fatta að ég væri að segja, að ég er að segja þessi tvö orð svo hratt að þau verða að það sem hljómar eins og eitt orð. Ég ætla ekki að tala þetta því þetta er efni í annan þátt, því það er það margt þetta að segja. Nei, því ég ætla að tala falin orð. Þau orð sem að við meinum, þau orð sem við ætlum okkur að segja, en vegna kringumstæðina eða vegna þess sem er viðeigandi, þá einhverra ástæðina vegna þurfum við ekki að segja orðin. Vandinn er að íslenskan er með föll. Það er að segja nafnorðin okkar og lýsingarorðin okkar eru með ákveðin föll sem að verða til út frá kringumstæðum. Það er að segja að það eru einhver orð sem við segjum sem að hafa áhrif á ákveðnar setningar hluta. Ef þú skilur mig, þá veistu hvað ég er að tala Einfaldasta leiðin til þess að lýsa þessu er að ákveðin orð, það er að segja eins og sagnorð eða forsetningar, these are verbs and prepositions, valda einhverju falli. Hluturinn sem þú segir á eftir sagnorði eða eftir forsetningu verður í öðru falli út af þeim áhrifum sem að þetta sagnorð eða forsetning hefur á orðið. Til dæmis orðið að slá, to hit, to strike, býr til þolfall. Sá sem þú slærð þarf að þola það án þess að samþykkja það að hann sé sleginn. Þannig að orðið verður í þolfalli. Við röðum orðum upp í setningar á íslensku á sama máta og við gerum á ensku. Bæði tungumál eru það sem heita frumlag sagnorð andlag tungumál
which is a phrase you probably never heard before, I'm saying that Icelandic is a subject-verb-object language, just like English. Þannig við byrjum að segja ég sem subject og svo sagnorð, geri til dæmis og svo þetta sem væri þá I do this. Það hefði getað verið this do I eða this I do og það eru mörg tungumál í heiminum sem að raðað upp á þessa öðruvísi máta en íslenskan allavega röðuð upp á þennan máta. Við segjum ég, frumlag, geri, sögn, þetta, andlag, I, subject, do, verb, this, object. Af hverju þarf ég að fara svona langt til þess að tala falin orð? Nú getum við ekki talað saman, því þetta hlaðvarp og ég einn í herberginu mínu að tala í mikrofón, að taka eitthvað upp í fortíðinni þinni, þar sem þú ert að hlusta á þetta núna eftir að ég tek þetta upp. En ég ætla samt að spyrja þig, hvað fyrsta orðið eða fyrstu orðin sem þú lærðir að segja á íslensku? Það eru meiri líkur á því en minni, there's more odds than less, að þú hafir lært fyrst af öllu að segja góðan daginn. Góðan daginn að sjálfsögðu heilsa eða kveðja, it's a greeting, og þýðir það sama og good day. Þú veist kannski hvert ég að fara með þetta ef ég spyr þig, hvað eru íslensku orðin fyrir a good day? Ef þú sagðir góður dagur, þá hefurðu rétt fyrir þér. Það hvernig við segjum a good day. Af hverju segjum við þá góðan daginn sem heilsan? Af hverju segjum við ekki góður dagur? Það vegna þess að þessi heilsa, þessi kveðja, heil setning. Það bara mörg falin orð í setningunni. Nú spyr ég þig, hvernig meikar það sens að geta sagt good day upphátt við einhvern eins og það sé hlutur til að segja? Af hverju gerum við það? Þetta bókstaflega ekki setning. Til þess að hlutur geti verið setning eða eitthvað sem við segjum geti verið setning, þá verður að vera allavega sagnorð í setningunni. Hérna falin orð. Hlutir sem við meinum en við þurfum ekki að segja. Og þá spurningin, af hverju þurfum við ekki að segja það? Hoppum aðeins í annað dæmi og förum í kannski hlut númer 2 sem þú lærðir. Kannski lærðir þú einhver blótsyrði sem hlutur númer 2. En í þessari samtalsæfingu þar sem þú myndir til dæmis læra að segja góðan daginn og þú heyrir svarið góðan daginn, þá næsta spurning, hvað segirðu gott? What do you say which is good? Og svarið líklega að fara að vera eitthvað eins og allt gott eða allt fínt. Það ekki setning heldur. Það vantar sagnorð. Færum þetta yfir í ensku í smá stund. Ég veit að þetta á að vera immersion hlaðvarp, en til þess að búa til samanburðin þá verð ég að færa mig yfir á ensku og segi good day, good day, how are you? Fine. Og líklega thank you. How are you? Good. Þarna þurftir þú ekki að endurtaka orðin sem að I am. Af því að báðir aðilar sem tala saman vita
að þegar þú sagðir good eða fine, þá varstu að meina fyrir þig, þar að segja I, og þú veist að sagnorðið er að fara að vera það sama og var verið að segja rétt áður en þú ákvaðast að svara, sem are, og myndi þá breytast í þessari beygingu sagnorðsins í am. Þú þarft ekki að segja I am good, af því að sá sem þú ert að tala við mun skilja að þú meintir það, án þess að þú segir orðin upphátt. Förum aftur að góðan daginn, eða jafnvel good day. Hver er setningin fyrir good day? Þetta er gömul kveðja sem við gætum fyllt inn í og sagt öll orðin og sagt I bid you a good day. Það hljómar mjög gamaldags, ekki satt. Það er eins og þú sért að reyna að hljóma mjög formlega eða mjög hátíðlega og þú ferð jafnvel að ímynda þér að þú sért í einhverju Jane Austen bók eða í einhverju period drama. Við þurfum ekki að segja þessi orð. Gætir sagt bid you good day? Það er líka skrítið. Segjum bara good day og það mun virka. Þetta er eitthvað sem að gerist innan samfélags þar sem margir tala sama mál, að á einhverjum tímapunkti þá föttum við að við þurfum ekki að meina allt bókstaflega eða segja allt rétt út til þess að hinn aðilinn skilji þig. Við getum átt sneggri og afslappaðari samtöl með því að segja ekki allt saman. Þannig að I bid you good day hefur yfir aldirnar náð að einfaldast í good day. Færum þetta yfir á íslensku. To bid er sama orð og á íslensku sem er að bjóða. Í dag notum við enska orðið to bid í öðrum tilgangi, sem er þá helst eitthvað sem við sjáum á uppboðum, in auctions, en þar ertu líka að bjóða ákveðna upphæð í hlut sem er til sölu. Allavega, setningin á íslensku yrði ég býð þér góðan daginn eða ég býð þér góðan dag. Ef þú sérð uppritununa af þessum orðum, þá sérðu að þetta er bókstaflega, literally, letter to letter, Ellie, sama setning. I bid thee good day, or I bid thee the good day. Þarna sjáum við hvernig enskan og íslenskan eru skyld mál ef við förum nógu langt aftur í tíman. En það sama hefur gerst á íslensku og hefur gerst á ensku. Við þurfum ekki að segja alla setninguna til þess að sá sem hlustar á okkur skilja hvað við meinum. Við þurfum ekki að segja ég, því það er sjálfsagt, og við þurfum ekki að segja ég býð þér. Þessi orð eru orðin óþörf, af því að við höfum sagt þetta svo oft í gegnum aldirnar að við skiljum hvað við eigum við þegar við segjum góðan daginn. Og þá komum við loksins að vandamálinu, þessu sem meikar ekki sens. Hvernig getur góður dagur verið a good day, en þegar við segjum heilsuna í byrjun samtals þá segjum við góðan daginn. Góðan daginn er andlagið í setningunni. It is the object of the clause. Og andlög eru undir áhrifum sagnorðsins. Og þá þarft þú að vita hvaða fall sagnorðið sem þú segir býr til. Að bjóða býr til í rauninni
2 orð. Þú tekur eftir því að þegar ég sagði ég býð þér góðan daginn, þá segi ég þér fyrir you. Þannig að aðilinn sem þú ert að bjóða eða hluturinn sem þú býður eitthvað til verður í þágufalli af því að sá þarf að þiggja, to receive, það sem þú býður. Hluturinn sem þú býður hefur ekkert það að segja hvort hann sé boðinn eða ekki. Hann þarf að þola það að hann sé boðinn, þannig að sá hlutur verður í þolfalli. Þannig að fallstjórnin, the case control, per se, af orðinu að bjóða þágufall og svo þolfall. Að bjóða einhverjum einhvern. Þannig orðið ég breytist ekki, býð breytist bara í býð frá bjóða af því við erum að segja þetta í fyrstu persónu. Þér, já, það ekki þú, það þágufall af því að þetta sá sem þiggur hlutin. Og þetta öll földu orðin. Það sem eftir situr orðin góðan daginn sem í þolfalli. Þess vegna segjum við góðan daginn og ekki góður dagur þegar við heilsum einhverjum. Það eru fleiri kveðjur sem að hafa álíka vandamál þegar við þurfum að pæla í þeim og ég hef fengið fullt af nemendum til mín sem koma með vitlausa kenningu hvernig kveðjur virka út frá því sem þau sjá. Þegar þau greina íslensku fyrir mig, þá koma þau oft með þá kenningu að kveðjur þurfa að vera kynjaðar eftir því hvað kyn þess sem þú heilsar Þá myndum við til dæmis segja sæll við karlmann og sæl við kvenmann. Og á blaði þá hljómar það bara eins og það gæti verið málið. Við erum að segja sæll og sæl við kall eða konu af því að kveðjur á íslensku eru kynjaðar. Vandamálið að kveðju orð ekki til sem orðflokkur á íslensku. Það getur vel verið að það séu til kveðju orð í öðrum málum, en það allavega ekki til á íslensku. Kveðjur eru annaðhvort lýsingarorð eða nafnorð. Við vorum að sjá góðan daginn sem lýsingarorð og nafnorð. Eða ef þú ert að hugsa orð eins og halló, þá heitir það upphrópun, exclamation. Kveðju orð eða greeting words ekki til sem orðflokkur. Þannig að hvað í gangi með þetta orð sæll og sæl? Þá spurningin til þín, til þess að halda áfram að láta eins og við séum í kennslustund saman. Og nota bene, ef við værum saman í kennslustund, þá væri ég kannski að tala aðeins hraðar og líklega að tala við þig á ensku þessa hluti. Hérna ég viljandi að tala erfiða íslensku við þig. Ég spyr, hvaða orð á íslensku eru breytileg eftir kyni? Vitum við það ekki sagnorð, af því að sagnorð eru hreinlega ókynjuð orð. Þau fylgja persónu en ekki kyni. Sum mál eru með sagnorð sem að breytast eftir kyni, en þegar við kynjum sagnorð í eins og þriðju persónu, þá eru öll persónufornöfnin og öll kynin saman í flokknum sem þriðja persóna. Þess vegna stendur alltaf hann, hún, það þegar þú lest þriðju persónu. Og við vitum að nafnorð eru ekki breytileg eftir kyni, einmitt öfugt. Nafnorð
eru alltaf sama kyn. Hestur, til dæmis, alltaf að fara að vera karlkyns orð, sama hvernig hesturinn er. Ef orðið endar á hestur, þá nafnorðið karlkyns nafnorð. Það alltaf að fara að vera hesturinn. Ekki hesturinn eða hesturið. Það ekki til. En þá eru til önnur orð sem að breytast eftir kyni og þetta helst lýsingarorð. Descriptive words, adjectives. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show. Þannig að þegar ég segi sæll eða sæl, þá þetta lýsingarorð. Hvernig get ég sagt setningu sem bara eitt lýsingarorð? Það gengur ekki upp, því eins og ég sagði áðan og eins og þú veist, þá ekki hægt að segja setningu án þess að vera með sagnorð. Hver setningin? Hérna ekki víst að þú eigir sömu kveðju til. Enda kveðjan mjög menningar tengt og svona kveðjur að fara að vera misjafnar eftir mismunandi samfélögum og mismunandi menningar kemum. En þú átt eflaust á þínu frummáli, á þínu móðurmáli, einhvers konar setningu til sem nokkuð svipuð þessu. Allavega hugmyndinni þessa setningu. Setningin í heilli mynd komdu sæll og blessaður. Það þýðist sem come you happy and blessed. Þannig að við erum að óska þeim aðila sem við mætum einhvers staðar úti. Viltu vinsamlegast koma til mín? Komd þú til mín? Vertu glaður, vertu sæll og blessaður í augum drottins. So come happy and blessed. Það ekki allir sem vita að orðið sæll þýðir glaður. Það þýðir það sama. En það þá einmitt sama mál með þessa setningu eins og góðan daginn, að sá Íslendingur sem heyrir orðið sæll eða blessaður veit að heila setningin komdu sæll eða komdu sæll og blessaður. Nú meikar það kannski sens af hverju þetta kynjað, af því að sá sem segir heilu setninguna þarf að lýsa þér. Og þá skiptir máli hvaða kyn þú. Íslenskan því miður ennþá aðeins með innviði til að tala tvö kyn. Það þriðja kyn, en það ekki víst að sá aðili sem hvorki karlmaður né kvenmaður vilji tala sig í hvorug kyni. Því það nokkuð hlutgerandi kyn. It's a bit of an objectifying gender. Þannig að við þurfum að tala til einstaklingsins eftir því hvaða kyn við höldum að aðilinn sé. Ef við ætlum að segja þessa setningu. Þannig ef að ég að heilsa karlmanni, þá geti ég sagt sæll eða blessaður og hann veit að ég meina komdu sæll eða komdu blessaður eða jafnvel komdu sæll og blessaður. Hann þarf ekki á því að halda að heyra orðin sem koma á undan. Nú ég búinn að slá lengdarmet, held ég, í upptöku og ég var komin ennþá lengra þegar ég ákveð núna að klippa þennan þátt saman á styttri máta. Ég var komin of langt í þangaganga aðra setningu eða
annað dæmi falin orð, en ég ætla að tala hana í styttra máli þannig að ég nái að skjóta henni inn hérna í lok þáttarins án þess að þó verða of langt. Ef ég spyr þig, hvað íslenska orðið fyrir because? Lógíska svarið væri að halda að það sé eitt orð til fyrir, eitt orð á ensku. Og núna þegar ég er búin að segja þetta tvennt saman, þá ert þú örugglega að hugsa orðið því. En hvaða orð því? Því einfaldlega þágufallið af orðinu það, it. Þú getur ekki sagt, I do this, it is like that. Það meikar ekki sens, það gengur ekki upp. Íslenska orðið nefnilega ekki orð, heldur samtengingar setning. Orðasambandið af því að. Og það meikar aðeins meiri sens á ensku. Það beinþýðist sem of it, that. Setningin meikar ekki sens á ensku. Ef við bætum við orðinu derived fyrir framan, þá meikar hún sens. Derived of it, that. Þannig til að koma með dæmi röksemdafærsluna. This is like this, derived of it that this is like that. Þá það næstum því eins og ég hafi sagt orðið because. Það mjög löng leið til þess að segja hugmyndina because. Og það sama vandamál á íslensku. Þetta mjög mörg orð til þess að reyna að segja einfalda hugmynd. Af því að. Þannig að mjög oft sérðu bara orðið því notað eins og because. En einmitt, því bara það bara það sama og it. Og það gengur ekki upp. Við verðum að hafa hin orðin við hliðina til þess að þetta orð make sense. En við höfum sagt þessi orð saman svo oft að Íslendingur sem heyrir þetta orð staðsett á svona stað í tali mun skilja að orðin í kring að fara að vera af fyrir framan því og að fyrir aftan það. Þess vegna sérð þú líka oft orðin af því eða því að. Þá erum við bara að sleppa einu orði. Ástæðan fyrir að við höldum orðinu því af því að það í rauninni alvöru orð, það fornafn, og meðan hitt forsetning og annað samtenging. Og þá spurningin af hverju þetta því en ekki það. Það hreinlega vegna þess að forsetningin af býr til þágufall. Þannig að við segjum ekki af það að, heldur af því að. Ástæðan fyrir því að því sést svona af því að falda orðið forsetning sem veldur þágufalli. Þannig áður en ég fer í of marga hringi með þetta, þá ætla ég loksins að segja þetta gott í dag. Ef þetta eitthvað sem þú hefur áhuga á að kynna þér betur, þá auðvitað til fullt af heimildum þetta á netinu, en ég líka laus til kennslu í gegnum kennslusíður sem að má finna í Linktree hlekknum. En ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í dag. Ég komin upp í 3 korter í upptöku. Þannig að ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding
the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.